Næst að þá ætla Ágústa Karla Ísleifsdóttir, Björn Hjálmarsson og Sveinn Rúnar Hauksson að segja okkur frá reynslu sinni af því að vera nauðungarvistuð. Það munu á næstu klukkutíminn þegar við sitjum hérna saman vakna margar spurningar hérna hjá okkur og þeir sem sitjum og hlustum. Við höfum vonandi tækifæri til að svara einhverjum þeirra í pallborðinu. Við ætlum að biðja ykkur að skrifa þær á blað og svo munum við safna þeim saman bæði í kaffihléinu og í lokin. Og ef við náum ekki að svara hérna svona einhverju hér í dag að þá vorum við Hrannar búin að ræða það að við getum tekið spurningarnar og reynt að svara þeim einhvern veginn meðal annars á heimasíðu Geðhjálpar. En ég ætla að biðja Ágústu Karlu Ísleifsdóttur að koma hér upp. Hún ætlar að segja okkur frá sinni sögu. Komið í sæl, ég heiti Ágústa og ég ein af þeim sem hefur verið nauðungarvistuð í 4 gang og ég vil byrja því að taka það fram að ég ekki að deila á móður mína fyrir að hafa óskað eftir þessum nauðungarvistunum og ég ekki að deila á það að ég hafi ekki verið lasin. Ég eingöngu að segja frá upplifun minni sem manneskja sem hafi verið nauðungarvistuð. Fyrstu 2 skiptin sem að ég var nauðungarvistuð þá var ég inn á geðdeild og ég var mjög æst og reið og mér var sagt það í fyrra sinnið að ég ætti rétt á að fá að tala við mann frá dómsmálaráðuneytinu og mér fannst á mér brotið þegar ég var þarna inni. Ég var allt í einu svipt frelsi sem ég hafði haft alla ævi og ég man eftir tilfinningunni, ég var mjög hrædd að ég fengi ekki að tala við þennan mann frá dómsmálaráðuneytinu. Ég var mjög óttaslegin að það yrði gengið fram hjá rétti mínum sem að hitta þennan mann og það tók einhverja daga að fá hann til minn þannig að ég var svona mjög æst og reið og annað en ég man samt léttin yfir því að þegar hann kom og talaði við mig og hann sá að sjálfsögðu strax að ég var sálasin og engan veginn í stakk búin til þess að fara út í þjóðfélagið. Svo þegar hann var farinn þá svona róaðist ég og ég kláraði þennan 21 dag og var útskrifuð. En fyrsta dvöl mín á geðdeild var þegar ég var 21 árs og ég lenti í ástarsorg og var svo þunglyngt og óhuggandi að ég var lögð inn. Og þá eiginlega hófst svona saga mín þannig að ég var inn og út af geðdeild út af þunglyndi og ég var mjög ör þó ég hafi ekki verið greind manísk og saga mín líka veikindasaga mín líka vörðuð eiturlyfjaneyslu sem var ekki til að hjálpa til við heilsuna og 2005 var ég greind í fyrsta sinn manísk eftir að hafa verið búin að taka amfetamín í 1,5 ár upp á dag. Og ég man af hverju ég byrjaði á þessu amfetamíni, það var að því ég hafði þyngst 50 kíló af lyfjunum sem ég var á og ég var ósátt og vildi ekki vera feit. Ég misti strax tökin, það vantaði ekki, ég varð 47 kíló þegar ég fór inn. Og í framhaldi af því var ég send á Krýsuvík í meðferð sem ég kláraði nú ekki. Og árið 2006 byrjaði ég að reykja hass og árið seinna var ég orðin sturluð af hassreykingum. Ég var komin í alvarlegt geðrof, ég var með miklar ranghugmyndir og ég skynjaði umhverfið á mjög furðulegan máta og þetta rann allt einhvern veginn saman við raunveruleikann þannig ég gat ekki gert greinarmun á hvað var að gerast og hvað var í kollinum á mér. Og ég var lokuð inni. Þarna og svipt þarna í fyrsta sinn og svo var ég svipt aftur og síðan ég var mjög lasin og síðan í 3. sinn þá ég heima og allt í einu bara birtist 4 lögregluþjónar, foreldrar mínir, bróðir minn inn á stofugólf heima hjá mér og vildu sem sagt láta flytja mig upp á spítala og ég viðurkenni það, ég barðist á hæl og hnakka. Ég klóraði eins og köttur og ég upplifði mig ekki veika. Ég vildi ekki láta loka mig inni. Og mér fannst þetta líka svo mikil innrásinn á heimili mitt þar sem maður heldur að maður ráði því hverjir koma og hverjir fara og allt í einu sú fríðhelgi rofin. Og ég man eftir það sem stóð upp var ótti. Ég óttaðist svo að ráði ekki við aðstæður, ég óttaðist svo að verða meira veik og ég skildi ekki, af því ég var svo lasin, þá skildi ég ekki hvað ég hafði gert rangt. Ég bara, mér fannst ég vera saklaus heima hjá mér að horfa á sjónvarp En ég var sem sagt lokuð inn á geðdeild
og ég var svo lasin að ég eiginlega misti málið þannig að ég gat voðalega lítið talað við fólk. Og eins líka það er erfitt að vera inn á geðdeild. Ég fór alltaf inn á hann órólega gang, B-gang og var þar læst inni og þar var ekki sjónvarp, þar var ekki útvarp og iðulega voru þetta sálfræðinemar sem að skiptust á hálftíma vöktum og lásu námsbækurnar sínar þannig að það var voða lítið tala við mann og jafnvel þó að sko ég hafi ekki verið tilbúin að láta tala við mig eitthvað þá sé ég það að það hefði samt hjálpað einhvern veginn í minni ofsalegu geðveiki. Svo hvoru byggðist upp svona ofsaleg spenna, líkamleg spenna sem að ég átti erfitt með að losa og þá fór ég að öskra og æpa og berja alla veggi og iðulega innan 2 mínútna var búið að sprauta mig niður. Og þegar ég var búin að sprauta mig niður, semst ég vildi ekki láta sprauta mig og þegar starfsmennirnir voru að labba út, þá upplifði ég svona rosalega niðurlægingu. Mér fannst mér hafa verið nauðgað svona einhvern veginn svona forræðislega séð og ég var skilin eftir bara og ekkert tala við mann, ekkert. Og þetta finnst mér vera ábótavant því að þegar ég horfi tilbaka að það að vera sviptur frelsinu, það er gríðarlegt áfall, hvernig sem á það er litið. Og maður kemur þarna inn og það er ekkert gert fyrir mann. Og ég er ekki að deila á starfsfólki vegna þess að starfsfólki var mjög gott en það vantar eitthvað annað verklag sko inn á spítala fyrir þetta. Og í 4. sinn þá satt ég enn heima hjá mér og þá birtist borgarlæknir, lögregluþjónar, fjölskyldan, samfélagsgeðteymið og þetta hafi verið svona 10-15 manns inn í íbúðinu þegar var að fjarlæga mig og ég lét alveg eins og brjálaði köttur aftur og aftur er ég sett inn á geðdeild þar sem ekkert er gert fyrir mann nema að gefi lyf. Man er bara að gefa lyf, það er ekkert. Man fær ekki viðtal og ég upplifði svona, þú veist, mér fannst ég þegar ég var tekin í þetta 4. sinn þá upplifði ég svona að ég var að missa sjálfstæði mitt. Ég var að missa, það var verið að ræna mig því eina sem ég hafði átt alla ævi. Og ég var sem sagt lokuð inni og þarna var ég orðin svo hrædd að því að ennþá skildi ég ekki hvað ég hafði gert rangt og það var ekkert útskýrt fyrir mér. Það var enginn sem kom og sagði okkur finnst þú vera svona og mér er alveg sama þó ég hefði ekki skilið það þá. Þá finn ég það að þegar ég horfi tilbaka í mína sögu og er sem sagt eitthvað að reyna að heila sjálfa mig, mestu hugganirnar sem ég finn er þegar ég sé að fólk hafði teygt sig til mín og reynt að hjálpa mér. Þó ég hafi ekki verið móttækileg fyrir því, þá er þetta það sem er að hugga mig mest í dag. Og eftir stendur manneskja, það er nokkur ár, sko, ég var í Geðrofi í nokkur ár og eftir stendur manneskja í dag, ég er ofsalega hrædd. Ég geng götur Reykjavíkur og ég horfi niður í götuna. Ég horfi yfirleitt ekki framan í fólk, ég horfi ekki upp, ég horfi niður í götuna. Oft hugsa ég, er ég skrítin, er ég að gera eitthvað sem ég má ekki vera að gera, er ég orðin lasin, ég hugsa mikið það, hvort ég sé orðin lasin. Og allar hver einasta sveifla, tilfinningaleg sveifla sem við öll göngum í gegnum, líka heilbrigt fólk, gerir mig hrædda að ég sé að verða veik aftur. En ég samt einhvern veginn veit ég að ég er í bata og ég finn að mér er að batna mjög mikið og mér finnst mjög gott að horfa tilbaka og sjá þegar var verið að hugga mig og hjálpa mér og annað og það huggar mig. En ég held að ég geti vissulega sagt eftir þessa reynslu að frelsið er mín dýrmætasta eign. Svaka hefri. Næst ætlar Björn Hjálmarsson að segja okkur frá sinni reynslu.